Jæja, komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomin í blíðskaparveðrið á Norðurálsvelli með okkur á IA TV. Framundan leikur í 8 liða úrslitum Mjólkurbikars kvenna þar sem að IA tekur á móti Fylki. Fyrsta Pepsi Max deildarliðið sem að IA mætir núna á þessu sumri og það nokkuð ljóst að þetta verður erfiður leikur fyrir heimakonur en þetta bikarinn og allt getur gerst. Og ég ræddi við Helenu og Anítu þjálfara IA áðan og þær voru sammála það að það hörku fín stemming í hópnum fyrir þessum leik. Þær ætla bara að leggja sig fram og njóta. Þetta bara bónusleikur eins og að segja og sama hvað gerist að þá það bara þessi leikur og það tapast svo sem lítið. Það eru fæstir sem að búast kannski við miklu af heimaliðinu hér í kvöld en við höldum í vonina og vonum að við fáum skemmtilegan leik. Það eru, já eins og ég sagði, þetta eru 8 liða úrslit. Hér eru leikirnir í þessari umferð. KR og Tindastóll, sá leikur hafinn og síðast þegar ég gáði var staðan 1-0 fyrir KR. Í þeim leik, hann hófst klukkan 6, síðan hér IA Fylkir á morgun, síðan báðuleiki klukkan 2, Selfoss HK Víkingur og stórleikur Þór KA og Vals síðan fyrir norðan og verður spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu. Tindastóll kannski kemur einna mest á óvart að vera hérna í 8 liða úrslitunum. Lið sem hefur ekki svo sem riðið feitum hesti sem af sumri í inkassódeildinni. En leikurinn hérna hjá okkur IA og Fylkir það sem skiptir okkur mestu máli og ef við skoðum fyrri viðureignir IA og Fylkis þá hafa þeir skipst svona. IA hefur sigrað 4 sinnum, 2 sinnum orðið jafntefli og Fylkir hefur unnið 9 sinnum. En við rifjum það nú upp á Facebook síðan okkar fyrir í dag að síðast þessi lið mættust hérna í inkassódeildinni í fyrra. Þá sigraði IA 2-0 og það myndband og svo upptaka aðgengilega á YouTube-rásin okkar. Ég hvet ykkur að sjálfsögðu til að kíkja á hana eins og aðrar upptökur reglulega. Sá leikur virkilega góður. Maren Leósdóttir með fyrra markið með þrumuskoti og Unnur Ýr Haraldsdóttir skoraði seinna markið en báðir þessi leikmenn sjálfsögðu fjarri góðu gamni þetta árið allavega úr liði IA. Sterkir póstarnir sem við höfum oft komið inn á hafa farið út en ungar og efnilega stelpur tekið við og IA-liðið búið að fara mjög vel á stað og ef við kannski skoðum síðustu 5 leiki skagaliðsins þá sjáum við hér að í síðustu umferð þann 25. núna fyrir örfáum dögum síðan mættu þær toppliði Þróttar. Þetta voru einu taplausu liðin í deildinni fyrir þennan leik og Þróttarar sem að IA lagði í bikarkeppninni fyrir í vor í 16 liða úrslitunum 3-2. Það Þróttarar sigruðu þennan leik nokkuð örugglega 3-0 og en fram að því hafði IA verið að ná í fín úrslit, sigruðu Hauka 1-0 hér á heimavelli í beinni hjá okkur. Síðan þar áður mættu þær í Breiðholti þar sem þær sigruðu IR 3-0 og þar áður var þessi bikarleikur gegn Þrótti 3-2 og þar áður hinn ofboðslega dabri leikur IA Grindavík sem var hérna 0-0 24. maí. Fylkis konur hafa verið í vandræðum undanfarið svo sem en þarna vekur sérstaka athygli sigur gegn Breiðablik 1-0 1. júní. Þannig að Fylkis konur hafa sýnt það svo sem í sumar að þær geta staðið í þessum bestu en mikið verið rætt þetta jafnteflið hérna í síðustu umferð Pepsi Max deildarinnar Fylkir 1, Selfoss 1 þar sem að Fylkis konum var gefin vítaspyrna undir lokin og þjálfari Selfoss var allt annað en sáttur eftir leik. Mesta grín sem hann hefði séð sagðan eða eitthvað á þá leið en þeir náðu þar með að jafna Selfoss 1-1. Þar áður lágu þær fyrir Val 6-0 en unnu síðan Breiðablik eins og áður segði 1. júní
en þar áður tap gegn HK Víkingi á heimavelli og 3-1 tap gegn Stjörnunni í Garðabænum. Þannig að við erum í miklu vandræðum með að fara inn í þennan leik. Það er eiginlega ómögulegt að vita við hverjum að búast. Ía-liðið eins og við segjum búin að spila vel í innkassodeildinni, Fylkir búið að vera svona upp og niður í Pepsi Max-deildinni. En Ía-liðið, það er ekki spurning hvort að við förum bara að renna byrjunarliðinu í gegn. Það er ein breyting frá síðasta heimaleik allavega hjá þeim, en sem fyrir Tori Ornella í markinu og síðan erum við með Anitu Sól í hægri bakverðinum, Evu Maríu og Dagný kemur inn í staðinn fyrir Andreu og Klara Kristjáns í vinstri bak. Miðjan óbreytt, Erla Karitas, Sigrún Eva, Fríða og Veronika Líf. Og síðan Bryndís í hólunni fyrir aftan Ólöfu Sigríði. Þetta er lítið, hafa verið litlar breytingar á þessu liði undanförnar vikur, enda hafa þær verið að spila vel. Og meðan að leikirnir vinnast þá og leikmenn nýta tækifærin sín í byrjunarliðinu, að þá halda þeir sínum sætum. Nú, byrjunarlið Fylkis, sjáum það hérna, byrjunarlið Ía vinstra megin, en hægra megin er Fylkisliðið í markinu er Cecilia Rán Rúnarsdóttir nummer 1. Aðrir leikmenn eru nummer 3 Kæra Taylor, nummer 4 María Björg Fjölnisdóttir, nummer 5 Ída Marín Hermannsdóttir, nummer 6 Hulda Sigurðardóttir, nummer 7 Telma Lóa Hermannsdóttir, nummer 11 Sæunn Rós Ríkarsdóttir, nummer 15 Stefania Ragnarsdóttir, nummer 18 Margrét Eva Sigurðardóttir, nummer 20 Margrét Björg Ástvaldsdóttir og síðan er nummer 21 fyrirliðin Berglind Rós Ágústsdóttir. Vekur athygli mína að þetta lið þarna er einn útlendingur í byrjunarliðinu og ég vil nú bara hrósa Fylkismönnum fyrir það. Spila á ungum stelpum inn á milli. En varamannabekkirnir, ef við byrjum Skagamegin, þar er varamarkmaðurinn Aníta Ólafsdóttir, númer 12. Aðrir varamann eru Andrea Magnúsdóttir, númer 6 er Ylva Laxdal Unnarsdóttir, númer 14 Róberta Lilja Ísólfsdóttir, númer 18 María Björk Ómarsdóttir, númer 19 Anna Þóra Hannesdóttir og númer 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir og þjálfari eins og flestir vita Helena Ólafsdóttir. Hjá Fylki er varamarkmaður Brigitta Morkúti, númer 28. Aðrir varamenn eru Hulda Hrund Arnarsdóttir, númer 8, númer 16 er Kristín Þóra Birgisdóttir, númer 19 Bryndís Arna Níelsdóttir, númer 22 Sigrún Salka Hermannsdóttir, númer 24 Lilja Vigdís Davíðsdóttir, númer 26 Þórdís Elva Ágústsdóttir og þjálfari Fylkis er Kjartan Stefánsson. Og leikmenn svona flestir búnir að tínast inn í búningsherbyggi til að gera sig tilbúna fyrir átökin. Dómari og dómarar Gunnar Oddur Hafliðason er orðinn okkur af góðum kunnur hérna á Ía TV, búinn að vera mikið í eldlínu undanfarnar vikur hjá okkur. Daniel Ingi Þórisson og Rögnvaldur Þ. Höskuldsson eru honum til aðstoðar. Það er ekki laust við að það sé spenningur hérna í okkar mönnum og ef að þið eruð að horfa á þetta hérna á Akranesi og hafið ekkert betra að gera sem ég efast að þá að sjálfsög hveti ykkur til þess að drífa ykkur á stað og fara út í veðurblíðuna hérna á Norðurálsvellinum og horfa og styðja stelpurnar, ekki láta ykkar eftir liggja. Já, ég ætti kannski að kynna mig. Örn Arnarsson heiti ég og mun lýsa þessum leik fyrir ykkur. Hér í dag með mér í þessari útsendingu Snorri Kristleifsson sem að stjórnar henni af stakri prýði og Arnar Óðinn Arnþórsson er á myndavélinni. Fullt af skemmtilegum verkefnum framöndan í okkur.
förum yfir það bara rétt svona til þess að plugga smá. Það strax 3. júlí, þá eru í Augnablik í inkassodeild kvenna. Daginn eftir 4. júlí Kári Tindastóll. Þar á eftir ætlum við að útvarpslýsa eða hljóðlýsa í Fylki í Pepsi Max deild karla. Síðan kemur að í 13. júlí eina af okkar mest spennandi útsendingum hvert ár. Það frá lokadegi meistaramóts golfklúbbsins Leynis. Sú útsending vakti mikla lukku hjá okkur síðasta sumar og við vonum að við náum að gera því vel skil þetta árið líka. Og síðan eru 2 aðrir leikir hjá Kára seinna í mánuðinum og inkassodeild kvenna fullt að gerast. Það alltaf nóg að vera í íþróttalífinu hérna á Akranesi. Ef þið ekki nú þegar búin að gerast áskrifendur á YouTube-rásinu okkar, ekki hika við að smella á subscribe-hnappinn í vafranum hjá okkur. Þá missið þið aldrei af neinu hjá okkur. Og síðan líka má finna okkur á iatv.is sem að allar upptökur af öllum okkar útsendingum rata inn. Og hægt að fletta í öllum okkar útsendingum hingað til. Ásamt áhugaverðum upplýsingum öðrum. Nú og síðan erum við að sjálfsögðu á Twitter og Facebook og hvetjum við alla til þess að fylgja okkur þar og missa aldrei af neinu. Þá eru leikmenn tilbúnir í slaginn. Leitar inn á völlinn af ungum knattspyrnu konum og drengjum. Sýnist á öllu að það verði, boltagjafir hérna fyrir leik. Mjólkurbikarsboltinn. En hér það Gunnar Oddur sem að leiðir leikmennin á völlinn. Fer þar fremstur í flokki. Og spennan magnast fyrir þessum leik. KR ennþá 1-0 yfir gegn Tindastóli í hinum leiknum í bikarnum í kvöld og í stórleik Frakklands og Bandaríkjanna í HM kvenna. Þar eru Bandaríkin komin í 1-0 og gerðu það strax eftir 5 mínútur. Rapinoe með markið. Búið að vera áhugavert að fylgjast með HM kvenna. Mikið verið rætt VAR-tæknina og mögulega ofnotkun hennar, en það ekkert VAR hér þó að hún sé í boði. Ef að Gunnar Oddur kýs að nýta sér hana þá myndum við bjóða hann velkominn hér. IATV verkefni sem unnið í sjálfboðavinnu. Alltaf gott að taka það fram reglulega, en dyggilega stutt og styrt fjárhagslega af Íþróttabandalagi Akranes og Akranes Kaupstað. Og við kunnum þeim að sjálfsögðu bestu þakkir fyrir að hjálpa okkur að gera þetta mögulegt allt saman. Þá var það hlutgestið, það má búast við kvöldsól hérna. Vonandi fór nú betur en áhorðist. Þessi sást nú ekki á skjánum, en
Einn af boltunum sem að lendu fór upp í stúku, smulli beint í höfuðið á einu litlu barni, en það stendur þetta af sér væntanlega, eflaust með skagablóð í æðum. Það var nú meira en eitthvað svona til þess að nú er að sjá hvernig ÍA-liðið kemst inn í þennan leik, hvernig þær koma inn í þennan leik, hvort að spennustigið verður of hátt eða hvort að þeim hefur náð að takast að beisla þær. En búast má við kvöldsól hérna ef að það helst skýlaust hérna. Þannig að það er viturlegt af skagaliðinu að byrja hér að sækja gegn sólinni. En það er Fylkisliðið sem að byrjar. Thelma Lóa Hermannsdóttir tilbúin að taka miðuna. Og þá er bara allt í reiðu. Og Fylkiskonur búin að setja þetta í gang. Skagaliðið mun væntanlega reyna að verjast þéttar í þessum leik. Smá kæruleysið þarna hjá Kæru Taylor. Setur hann út fyrir. Þá geta Skagakonur fært sig framar. Spurning hversu djarfar þær verða í því. En hér er það Bryndís sem að kemur boltanum inn á teiginn. Veronika pressar. Og þessi bolti settur bara út fyrir. Sæunn Rós hérna í hægri bakverðinum. Kom þessu frá. Þá kemur Klara Kristvins til þess að taka þetta innkast. Og kastar þessu hérna fram á við. Sæunn skalla frá en Ólöf Sigríður búin að ná valdi á boltanum. Missir þó valdi á honum en nær að halda lífi í þessu. En Veronika nær ekki að gera sér mat úr þessu. Þá kemur löng sending fram. Thelma Lóa er hérna á flegiferð. Eva María stígur út á mótinni en hún kemst fram hjá henni. Dagný gerir vel og í varatekníkunni þarna og Skaginn á þetta innkast. Klara kastar fram á Veroniku. Mikil pressa þarna. Þetta er rétt. Sæunn Rós setti þennan bolt út fyrir. Sæunn enn að koma sér hérna yfir á Kæru Taylor. Kæra skiptir yfir á Huldu Sigurðardóttur. Hulda síðan aftur á Kæru. Þórdís Elva Ágústsdóttir nr. 26 á varamannabekknum á leikskýrslu. Hún hefur komið hérna inn rétt fyrir leik. Sama hún er hérna á miðunni. Þarna komast Fylkiskonur. Eru þær að ná sér að koma sér í færi? Nei, Klara nær að hreinsa þetta frá. Og Þórdís nær ekki að komast fram hjá skagamönnum hérna. Fríða finnur Bryndísi. Bryndís aftur út á kantinn. Það er Veronika reynir að læða þessu aftur inn á Bryndísi. Tekst ekki. Klara undir pressu. Losar þetta upp í hornið og Ólöf eldir. En það gerir líka Berglind Rós fyrirliði. Kemur tilbaka á Cecíliu Rán. Cecília stór og stæðileg þarna í markinu. Margrét Eva. Fara sér einn góðslega hérna Fylkiskonur. Kemur síðan Berglind Rós með sendinguna upp í hægra hornið. Ida Marín Hermannsdóttir komin hérna í fyrirgefa stöðu, nær fyrirgjöfinni en þetta er beint í fangið á Tori. Þeir eru að reyna að sjá það út hver það var sem að Þórdís Elva Ágústsdóttir leysti af hérna. Hvort að það var Stefania Ragnarsdóttir sem er númer 15. Gæti trúa því. Hér kemur Bryndís með sendingun upp í vinstra hornið. Veronika Líf hérna, Sæunn til varnar. Veronika fer yfir á hægri, kemur með fyrirgjöfina. Þetta er skalla frá og Veronika nær að hirða þetta upp. Ekkur hann tilbaka á Klöru. Klara síðan með langan bolta en beint á Kæru Taylor. Kæra fram á við. Margrét Björg nær ekki að koma þessu á samherja. Nei, þarna er Stefania Ragnarsdóttir. María Björg Fjölnisdóttir, númer 4. Hún er ekki inn á, sýnist mér. Þannig að hún hefur dottið út hérna rétt fyrir leik. Kæra gera þetta vel hérna. Gera þetta vel. Ida Marín.
leitar hérna út til hægri, Fríða Halldórsdóttir eldir hana eins og skugginn og nær af henni boltanum. Veronika geysist af stað, reynir að læða honum inn á Ólöfu Sigríði, tekst ekki. Berglind Rós síðan með slaka sendingu út á sæginni. Veronika kastar þessi bara tilbaka á Klöru. Klara skiptir yfir til hægri, þar er Erla Karítas en skalla frá að Huldu. Margrét Björg heyrði það síðan upp. Margrét Björg með sendinguna fram en ekki á samherja. Dagný finnur Fríðu. Fríða síðan út á Klöru. Veronika fer fram hjá Særósu en fín vörn hann hjá Berglindi. Berglind síðan nær að koma svo Telmu, hún á Stefaníu. Síðan kemur sendingin aftur yfir til hægri Ída Marín en Eva María fyrir og kemur þessu frá. Það er ekki verð að hrósa vellinum hérna á Akranesi. Ég man bara sjaldan eftir að hafa séðan í jafn góðu standi. Þetta er skemmtilega spilað hjá IA. Veronika síðan með stungusendingun. Erla Karítas eldir en Huldar á undan. Huldar hreinsar beint á Bryndísi sem að fleytir honum á Veroniku en sendingin ekki góð frá henni. Kæra á Þórdísi. Þórdís fram á Stefaníu. Stefanía er hérna með Ídu Marín með sér. Lætur hann að fá hann. Stefanía reynir þá sendinguna fram á við en hún er erfið fyrir Margréti Björg. Vörnin virkar nokkuð örugg hjá Skagakonum hérna framan á leik. Þeim mun lengur sem að halda Fylkisliðinu í nulli, þeim mun betra. Það er svona almenna reglan í þessu. Tori langt upp hægri kantinn, Hulda skallar í Erlu Karítas og út af. Hulda með langt innkast en fín vörn þarna hjá Anítu. Kemur þessu aftur frá. Hulda kastar aftur langt. Finnur Ídu Marín sem að reynir að læða honum inn á Telmu, tekst ekki. Hulda kastar henn á aftur. Finnur Telmu, hún út á Stefaníu. Stefaníu tilbaka á Þórdís síðan með boltan inn á teginn. En þarna er engin Fylkiskona. Tori Ornella heyrðir þetta upp. Finnur Klöru stutt. Klara finnur Veroniku. Veronika undir mikilli pressu. Særós gerir vel hérna. Kemur boltanum á Telmu. Stefanía leitar yfir til vinstri. Bryndís mætt en Telma nær til boltans. Stefanía aftur. Fríða stoppar hana og síðan kemur skot frá Margréti Björg. En hann lekur beint í fangið á Tori. Ætla aftur tilbaka á Anítu. Aníta síðan með langan bolta leitar á Ólöfu. Hún ræður ekki við Margréti Evu sem hann er að koma þessu frá. Það er óhætt að segja að þetta úrhellisregn sem var hér á Akranesi og suðvesturhlutanum í gær hafi gert vellinum mjög gott. Ída kemur þessu á. Margréti Björg fær hann aftur. Leggur að staði upp í vinstra hornið. Aníta brýtur á hann en leikurinn láti henni halda áfram. Ída reynir að finna Margréti aftur en Fríða kemur þessu frá. Skalið þarf að vera þolinmótt. Þær verða að vita það að þær munu verjast mikið í þessum leik. Að halda einbeitingu í því og í rauninni bara njóta þess. Þær Fríða tækifæri til þess að binda skóþeng sinn. Fríða kemur þessu frá. Þær verjast vel Skagaliðið enn sem komið er. Hulda kastar hérna inn á Stefaníu. Stefanía nær ekki að koma svo samherja.
Erla Karítas gefur hornspyrnu, þetta var óþarfi. Sendingin tilbaka, ekki nákvæm og aftur fyrir endamörk. Fá að sjá úr hverju þær eru gerðar hérna í föstum leikadröðum. Það er Hulda, þær taka þetta stutt. Þórdís aftur á Huldu, Sigrún Eva mætir og Erla Karítas reynsar þetta síðan frá. En beint á Berglindi. Kæra síðan með langan bolta inn að teignum. Eva María vinnur skallan, fyrsta skallan. Aníta reynsar þetta svo frá og Bryndís nær að fleyta þessu áfram á Ólöfu. Ólöf ótt á Sigrúnu, Sigrún sér hérna Veroníku úti vinstra megin en sendingin ekki nógu góð og Cecilia Rán ekki neinum vandræðum með að hirða upp þennan bolta. Það verður að nýta svona tækifæri betur. Það þarf að vera gæði í sendingunum, í þessum stungusendingum. Kemur langur bolti inn að Telmu en Klara kemst í boltan og það er brotið á henni. Þarna skapaðist hætta. En Klara gerði vel í að komast niður fyrir boltan og Telma braut á henni. Konur taka þetta stutt. Eva langan upp í hægra hornið. Það er skallað út af Margrét Evu. Aníta kastar fram á Ólöfu. Ólöf setur hann upp í hornið og Erla Karítas eltir. Nær hún fyrirgjöfinni, það gerir hún inn að markinu. Cecilia kemur út á markinu og grípur þetta auðvitað. Cecilia Rán fætt 2003. Takk hérlega fyrir 16 ára á þessu ári. Kæra tilbaka á Særósu. Sæjunni fyrirgeði. Sæjun Rós heitir hún víst. Dagný tilbaka á Tori. Þau pressa ekki mikið á hana. Jú, hérna kemur Telma. Og Tori ekki góð sending frá henni beint á Ídu. Fríða nær hún þessu. Hún brýtur á Stefaníu. Þessi spyrna frá Tori ekki góð. Og Fylkis konur eiga aukaspyrnu hérna á miðjum vallarhelming Skagans. Það er Þórdís og Margrét Björg sem að standa við boltan. Allt Skagalið að verjast. Tveggja manna veggur. Skildi Þórdís ætla að láta vaða hérna. Sýnist það? Nei. Það kemur boltinn út á Huldu út á vinstri kanti. Hulda síðan með hann inn í fyrsta Tori. Öryggið uppmálun snögga kastaði sér hérna út til vinstri á Veroníku Líf. En hún þarf að hægja á sér. Sendingin síðan beint á Berglindi. Berglind á Ídu, hún er að koma þessu upp í hornið á Kæru. Kæra sér með fyrirgjöfina en Tori út úr markinu. Og grípur þetta vel. Hún rekur liðið sitt fram, möllin. Spyrnir síðan langt. En Berglind skallar þetta frá. Og Fylkiskonur ná að gera þetta vel. Sendingin ratar ekki í gegn hana. Ída finnur Telmu. Telma síðan með fyrirgjöfina en Eva María gefur sér tíma. Og hreinsunin ekki nógu góð. Kemur skotið frá Margréti. En beint á Tori. Fyrsta almennilega marktilraunin hérna í kvöld. Klara. Pressa á hana. Hún er að koma sér í vandræði eða hvað. Ída pressa vel á hana. Og boltinn aftur fyrir markspyrna. Ída Marín Hermannsdóttir. Pressaði vel á hana hérna. 17 ára leikmaður. Mikið af ungum og efnilegum leikmönnum hjá Fylki og svo sem hjá IA líka. Klara hefur tíma, kemur með hann langan beint á Berglindi. Hún hafði meiri tíma til að færa sig fram með boltan.
Hulda, engin press á henni yfir á Berglindi. Berglind með slaka sendingu eða vel lesið hjá Veróniku. Verónika reynir að finna Ollu, tekst ekki. Berglind las það. Kæra missir boltan hérna, Bryndís gerir vel. Ólöf með skiptingu blindandi. Nær ekki á Anitu Sól og þá koma þær Margrét Björg finnur Telmu sem komin í gegn og Telma komin hér í dauðafæri en Tori Ornella ver glæsilega frá henni. Dauðafæri Fylkiskvenna. Og við sjáum þetta hér, þarna opnaðist vörnin alvarlega, slæm þversending og Telma örugglega ekki ánægð með sig að klára þetta ekki en vel varið hjá Telmu. En þá Þórdís og Hulda taka þetta stutt. Nei, þetta Þórdís, nei, þetta Margrét. Kemur sér með boltan inn á teginn. Telma skallar hann áfram. Tori út markinu og hleypur niður. Hver það sem hún hljóp niður? Það Sæunn Rós, sýnist mér. Og vítaspyrna dæmd sennilega réttilega. Við skulum sjá þetta aftur. Já, þetta lítið við þess að gera. Tori missir af boltanum, biðst afsökunar á þessu högti í endursýningunni. Vitum ekki alveg hvað veldur því. En Sæunn Rós fær hérna aðlýningu en það Ida Marín sem ætlar að taka þessa spyrnu. Tori óöppin hérna. Nú bara að verja þetta, Tori. Ida með spyrnuna, hún setur hann í mitt markið. Þær fagna þess ekki einu sinni almennilega. Já, þetta var óþarfi, ætla ég nú bara að segja. En tekur hérna sénsinn á því að Tori fara af stað sem hún gerði. 1-0 fyrir Fylki. Ólöf tekur miðina fyrir Ía. Eva María út á Anitu. Það bara brotningi við þetta mótlæti. Margrét gerir þetta vel og vinnur innkast. Þetta tekur þá innkast fyrir Fylki. Nú að halda haus Skagakonur. Sigrún gerir þetta vel. Erla Karitas missir hann og brýtur síðan af sér eða hvað. Nei, það brotið á henni. Ida Marín markaskorari Fylkis gerði það. Það bara að svara þessu. Anita með langan bolta fram. Ólöf í skallanum nær ekki til boltans. Margrét Eva hirti hann. Síðan kemur langur bolti fram. Telma eldir en þetta vel gert hjá Daníu. Skallar hann tilbaka á Tori þarna. Þá kemur spyrna frá Tori. Miðað á Ólöfu. Nær ekki. Margrét nær að minna skallan aftur. Kæra snýr af sér Bryndísi. Hulda fram á Þórdísi. Nei, þetta Margrét sem þarna. Fær hann aftur Margrét. Nú liggur þeim ekkert á. Spila tilbaka á nöfnu sína hérna. Boltinn yfir á Berglindi. Fyrirliða Berglind út á Sæunni. Móttakan ekki góð en snúningurinn frábær hjá Sæunni þarna. Og Klara kemur þessu síðan frá. Þetta var virkilega skemmtilega gert hjá Sæunni Rós. Stefania missir boltan undir sig þarna og Dagný nær að hreinsa frá og út af.
með að Erlu Caritas að reyma. Staðan enda var 1-0 fyrir KR gegn Tindastóli. Tindastól stúlkur aldeilis að ná að gefa KR-ingum leik, sýnist mér. Stefania færir á innkastinu, Sæunn inn á teiginn, Tori út úr markinu og heyrðir hann upp. Það er 3 leikir í annarri deild karla í dag og í kvöld. Þar mætast Víðir, Garði og ÍR. Það er staðan 0-0 eftir 21 mínútu og Selfoss með sinni Akranes tengingu tekur á móti Þrótti Vogum og það er staðan 1-0 eftir 22 mínútur líka. Síðan síðar í kvöld mætast Dalvík, Reynir og Fjarðabyggð. Þetta er að sjálfsögðu leikir sem að koma okkur við hérna á Skaganum. Svo við hafa fylgst með Kári í annarri deildinni. Sigriður KFG í síðustu umferð með glæsilegum hætti. Þessi sending of löng fyrir Telmu. Kastið frá Klöru ekki á samherja. Fylkin er að halda boltanum. Margrét kemst framhjá Sigrúnu, nær skotinu síðan en það er nokkuð framhjá. Tori með spyrnuna. Kaja gerir þetta vel. Ólöf reynir að snúa af sér. Þórdísi tekst ekki, Sæunn síðan. Ólöf gefur ekkert eftir. Telma tilbaka á Berglindi. Færa þær boltan yfir. Hulda. Fram á Margréti. Tilbaka. Hulda setur hann tilbaka á Margréti. Berglind, síðan hérna sjáum að Skagaliðið það er ná að verjast á nokkuð þéttum bletti. Stutt milli línuna í höfðum sem er hið besta mál. Kemur löng sending fram, Dagný mætir, beint á Kæru. Þórdís síðan stingur honum upp í hægra horni þar sem að Sæunn er á ferðinni en sendingin of löng. Fylkir spilar hérna með örlitlum vindi. Ekkert sem að orð er á gerandi þó. Enda íðulega logn á Akranesi. Fríða vinnur boltan, kemur honum á Ólöfu, aftur á Fríðu. Leysa þetta ágætlega hérna. Anita síðan með langan fram. Erla eltir. Sæunn í vandræðum. Erla Caritas við það komast fram hjá henni en Sæunn nær boltanum aftur. Kemur honum á Kæru Taylor sem spilar út til vinstri á Huldu. Hún á Margréti. Margrét síðan með langan fram en of langan. Tori snögg að kasta þessi hérna út á Klöru. Klara hefur plás. Klara síðan stingur upp í horni en það er enginn að elta nema Berglind. Leggur hann tilbaka á Cecíliu, fær hann aftur. Skagakonur búin að fá boltan aftur. Klara skiptir núna hérna inn að teignum. Margrét Eva að skalla frá. Þórdís nær boltanum á frákastinu og Bryndís brýtur á henni. Hulda langan hérna fram á Ítu. Ítan er að snúa Evu Maríu af sér og er komin hérna á ferðina upp vinstri kantinn. Snýr. Kemur síðan með boltan inn á teiginn og þar er Sæunn við það að ná til boltans.
Tori spilar þetta hérna út til vinstri Klöru. Klara finnur Ólöfu. Ólöf tilbaka á Evu. Reyna aðeins að teygja á þeim hérna. Anita tilbaka á Evu. Eva tilbaka á Tori. Tori út til vinstri á Klöru sem hann að taka með sér hérna. Síðan stingur hún hérna upp á Erlu Karítas en Berglind lesi þetta vel. Sendi tilbaka á Cecíliu. Cecília síðan með góða sendingu hérna á Sæunni. Þær leysa þetta virkilega vel. Fylkiskonur. Þórdís nær að snúa. Bryndís mætir. En boltinn út fyrir. Það er bara 25 mínútur liðnar, staðan 1-0. Það var Ida Marín Hermannsdóttir sem skoraði úr vítaspyrnu sem dæmd var á Tori Ornella. Bryndís kemur hann hérna á Ólöfu. Ólöf ennþá með bolta, nei. Þórdís tæklar hann á, en beint á Veroníku Líf. Veroníka reynir að stinga inn fyrir á Erlu Karítas. En vörnin vel með á nótunum. Það var það Taylor sem kemur upp með boltan. Finnur Stefaníu. Stefania síðan með sendinguna upp í vinstra hornið á Ídu Marín. Ida framhjá Evu. Inn á teiginn. Kemur honum út í teiginn. Tori Ver. Skot þarna frá. Sýndist mér. Já, hverjum sýndist mér? Sá bara ekki hver átti skotið. En fínn sprettur hjá Ídu þarna. Kemur síðan löng sending fram. En Tori út úr markinu. Grípur. Spurning hvort að við erum með færið síðan áðan. Spretturinn hjá Ídu góður. Já, já, það er Telma sem á þetta skot og nær litlum kraft í það. En endursýningarnar er eitthvað að stríða okkur hérna. Boltinn út á Ólöfu sem nær að skalla hann upp í loftið. Sæunn stígur hann út. Ólöf gerir þetta vel, eða hvað? Nei, dæmd brotleg. Fín vörn hjá Anitu þarna, en Margrét nær að komast fram hjá henni. Finnur Telmu með bakið í markið, aftur út á Margréti. Hún út til vinstri á Ídu Marín. Ida kemur með fyrirgjöfin, hún er föst. Dagný, nei, það er Klara sem að skalla frá. Berglind Rós kemur fram og finnur boltan. Finnur Ídu. Ida síðan með frábæra sendingu inn á Telmu, en Tori gerir vel. Ríkur út úr markinu og kastar sér á hann. Anita út á Veroníku. Margrét pressar á hana. Veroníka út í hægra megin núna. Nú er það Erla Karítas sem er einn frammi. Ólöf kemur hérna út til vinstri. Þessi sending er of löng. Já, Skagalið ekki brotnað við þetta mark. Kannski bognað eitthvað, en þær hafa ennþá trú á þessu verkefni. Tori stingur hérna upp í vinstra hornið. Berglind skalla frá. Sigrún Eva kemur honum á Klöru. Klara undir pressu. Finnur Ólöfu sem að reynir að finna Sigrún Evu, tekst ekki. Telma að leysa þetta vel. Fylkisliðið. Kemur Kæra Taylor á ferðinni, ræðst á vörnina, kemur sér með skemmtilega sendingu inn fyrir á Stefaníu. Stefaníu er að nálgast endamörkin, kemur honum fyrir en beint í fangið á Tori. En þessi sending frá Kæru Taylor alveg augna konfekt. Utan fótar snúningur hérna á honum. Veroníka reynir að stinga fram á Erlu Karítas, tekst ekki. Fríða tekur frákastið. Út á Veroníka aftur. Veroníka upp í hornið á Fríðu. Þetta er vænlegt hjá Skagaliðinu. Fríða nær hún að setja hann á vinstri, gerir það, kemur honum inn fyrir á fjarstöngina. Sæunn skalla frá og það eru Fylkiskonur sem eiga frákastið. Stefania á Telmu. Telma á Þórdísi. Þórdís síðan sér Stefaníu sem að hélt hlaupin áfram. Komur hérna upp í frímerki hægra megin, nær fyrirgjöfinni. Eva María skallar hann frá.
en ekki langt. Dagný framlengir hann, hún á Sigrúnu. Stefanía síðan hérna á Thelmu og Þórdísi síðan. Þórdís í skotið beint í Anítu Sól og Skagakonun á að létta pressunni aðeins. Ekki lengi samt. Anita með stungusendinguna. Vantar aðeins upp á að hlaupin og sendingarnar passi saman. Erla Karitas fær boltan hérna upp í hægra hornið. Ólöf inn á teignum, nær ekki fyrirgjöfinni í gegnum fyrsta varnarmann. Margrét Eva Sigurðardóttir náði að vera þarna fyrir. Boltinn tilbaka á Cecíliu í markinu. Hún sendingu hérna út á Sæunni. Sæunn er að snúa. Reynir losar hann hérna upp í hægra horni. Klara skallar hann á Sigrún Evu. Sigrún finnur Ólöfu, þetta er erfitt fyrir Ólöfu að taka á móti þessu. En sendingin síðan flök hérna hjá Þórdísi og út fyrir. Þar hérna möguleika fyrir Klöru. Sendur hann tilbaka á Dagníu. Dagný gerir þetta vel. Finnur Klöru aftur og Klara lyftir honum hérna, nei, fram á Bryndísi sem hann er ekki góður í móttöku. Stefanía hreinsar hann fram en beint á Dagníu Halldórsdóttur sem eins og fyrir segi kom inn í byrjunlið í staðinn fyrir Andreu Magnúsdóttur í þessum leik. Anita beint í Margréti Björg. Rúmur hálftími liðinn, Skaginn vel inn í þessum leik ennþá. Komna 90 mínútur á klukkuna í Vesturbænum. Þar er staðan ennþá 1-0 fyrir KR gegn Tindastóli. Ólöf nær ekki að tengja við þennan. Margrét Björg horfir á möguleikana, kemur síðan með hann langan fram. Dagný skallar hann beint á Thelmu, nei er það Ídu Marín. Ída brýtur síðan hann á Evu Maríu. Já, Helena vill fá meiri og skýrari samskipti í sitt lið. Erla Karitas gerir þetta vel en Margrét Eva velvakandi í vörninni á Fylki. Anita kastar þessu fram, Hulda skallar frá. Hann á að halda boltanum hérna, Ída. Tilbaka á Margréti, hún á Stefaníu, Stefanía snýr. Finnur ekki Ídu Marín. Dagný tilbaka á Tori. Nú er það Fylkisliðið, svo sem leyfir Hafsundóni á Skaganum að vera með boltan. Fríða á Anítu. Skaginn er að þrýsta liðinu sínu upp aðeins í rólegheitunum. Tori út á Klöru. Klara undir pressu frá Thelmu hérna. Lyftir honum inn fyrir. Eða Bryndís tekur frákastið. Kemur honum út á Veroniku sem er aftur komin hérna út til vinstri. Hún inn á teiginn aðeins yfir Ólöfu. Og Margrét Eva skalla frá. Sigrún Eva finnur Veroniku. Veronika leitar að möguleikum. Sendingin í varnarmann. Dagný gerir þetta vel, kemst fram fyrir Thelmu en Stefanía hirði frákastið. Ída Marín leitar hún á miðuna. Góða sending aftur á Stefaníu en fín vörn hérna hjá Dagníu. Veronika tekur þetta frákast. Dagný með sendingu beint á Sæunni. Kæra tilbaka á Margrét Evu. Hún út í vinstri á Huldu. Margrét Björg síðan reynir sendinguna hérna fram á við. Eva María sér við Stefaníu. Anita Sól fram á Bryndísi. Bryndís stingur hérna upp í hornið en hann boltinn út fyrir. Annars var hérna Erla Karitas að sleppa
á auðan sjó. Innkast dæmt. Hilda kastar hérna fram en Fríða vinnur skallan. Bryndís síðan með góða baráttu. Kæra finnur Margréti, hún og Stefaníu aftur á Margréti. Margrét síðan með sendinguna fram á Telmu. Spilaði þetta vel hérna Fylkiskonur. Sæunn með sendinguna í gegn á Þórdísi. Þórdís er komin í skotfæri en þetta skot er beint á Tori. Þarna vantar samskipti og hér er Ida Marín ennþá með boltan. Þarna voru þær ekki vissar hvað þær ætla að gera eftir að Tori varði. En boltinn síðan í Dagnýju sem að setur hann út til vinstri á Veroniku. Veronika Ólöf nær ekki að stíga Berglindi út. Stefanía. Vantar aðeins meiri hreyfingu einhvern veginn á skagaliði þegar þær vinna boltan. Nú liggur Fylkisliðinu ekkert á. Staðan ennþá 1-0 í leik Frakklands og Bandaríkjanna. 1-0 fyrir Bandaríkin, skoruðu strax á 50 mínútu. Það er hálfleikur. Mér sýnist að leik sé lokið í Frostaskjólinu þar sem að KR finnur 1-0 sigur á Tindastóli. Veronika, hún er með pláss og hver að hlaupa inn á völlinn, lyftir honum inn á teiginn. Það er ná að skalla þetta frá. Það eru auðvelt að verjast þessu. Stefanía út á Sæunni. Og Sæunn rekinn tilbaka. Kæra síðan með langan bolta hérna. Eva María gerir þetta vel. Hún hefur vaxið mjög, hún Eva María sem svona fasta maður í vörninni hjá IA. Kemur löng sending fram á Telmu sem hittir ekki boltan í skotinu. Og Tori heyrðir þetta upp. Kastar út á Klöru, Klara þá með pláss. Það er hún að fara á fulla ferð hérna. Klara og svo vantar möguleikana. Sendir hérna fram á Veroniku. Veronika þarf bara að ráðast á. Nei, hún snýr, jú, og ræðst svo á. Kemur með fyrirgjöfina með vinstri yfir Ólöfu. Þarna er hendi! Þarna sýndist mér boltinn fara klárlega í höndina á einum Fylkismanninum. Við skulum reyna að sjá þetta aftur. En þetta er ekki búið. Boltinn inn á teiginn, Cecilia. Nær að handsama knöttinn og skulum við sjá hvort að endursýningin svíkur okkur í þetta skiptið. Sjáum þetta hér. Nei, við sjáum þetta illa í þessari endursýningu. Ég veit ekki hvað er að gerast í þessu hjá okkur en ég skal sverja það að þarna fannst mér augljóst að boltinn fór í höndina á Fylkismanninum. Hvort það var Margrét Eva. Stálheppnar hérna Fylkiskonur. Vítaspyrnudómarnir hafa verið þeim í hag undanfarið. Kemur sendingin fyrir Huldar á undan Erlu Karitas í boltan. Það er mig ekkert gleyma sér. Fylkiskonur. Kemur Stefanía. Stefanía Eva María mætir. Stefanía ennþá með boltan nær skotinu í varnarmann og aftur fyrir og hornspyrna dæmd.
Fylkiskonur hafa tekið allar sínar hornspyrnur stutt. Margrét Björg og Hulda í sameiningu, Klara til varnar. Spurning hvort að Margrét tekur þetta langt núna. Já, hún gerir það út í teginn yfir Erlu Karítas og það er skot þarna frá Stefaníu. En það er vel yfir markið. Kemur sendingin fram á Erlu Karítas. Hún kemst hérna fram hjá Þórdísi sem að brýtur á henni. Já, þarna hefði nú verið gaman að sjá almennilega endursýningu af þessu atviki í teig Fylkiskvenna. En það þýðir ekki að bölva það. Anita með aukaspyrnuna. Hún kemur boltanum inn að vítateignum. Veronika nær ekki í skallanum. Sæunn Rós síðan hreinsar þetta frá, en það er beint á Dagnýju, en hún beint á Þórdísi. Þórdís kemur síðan með langa sendingu út í kosmosinn bara, og þar er það Tori Ornella sem að hirðir hann upp. Tori með slaka sendingu á Klöru Kristinsdóttur sem að nær ekki valdaboltanum. Og Helena ekki ánægð. Sæunn kastar þessu á Thelmu sem að nær að snúa og standa af sér þarna fullt af tæklingum, en Dagný Halldórsdóttir nær síðan til boltans, en hreinsunin beint á Sæunni og Klara síðan hefur meiri tíma þarna en hún gerir sér grein fyrir. Og innkast. Sæunn með kastið. Skagakonur hirða það upp. Fríða. Aftur er það að gefa boltan of auðvitað frá sér, finnst mér. Engin ástæða fyrir Fríðu að reyna einhverja neyðarhreinsun þarna. Klara hitti boltan illa en heldur honum þó. Hreins hana frá. Ólöf í baráttunni, nær ekki til hans. Margrét Eva en beint á Bryndísi. En Margrét Björg kemur og hirðir af henni boltan. Slök sending tilbaka, en Cecilia vel vakandi þarna. Eva María skallar þetta á Bryndísi sem að finnur Sigrún Evu. Anita með langan fram. Erla Karítas nær ekki valdaboltanum. Bryndís stingur upp í vinstra hornið á Veroníku. Hún er 1-1 á móti Sæunni hérna. Kemur með sendinguna Ólöf Sigríður. Aðeins hefði hún þurft að vera með í 2 númerum stærra í takaskóm hérna. Vantaði lítið upp á næði í boltan hérna Ólöf Sigríður. Skagalið er alveg inni í þessum leik, það er nokkuð ljóst. Óheppnar en ég ætla nú að gefa honum Gunnar Oddi það að það var erfitt fyrir hann að sjá þetta svo að hann gæti verið alveg viss. Það var mikið af fólki í teignum og þetta var sennilega á hliðinni fjær honum. Hann hefði þá þurft að treysta á aðstoð dómara sinn í þessu atviki, en Anita Sól brýtur hérna á Margréti og Anita liggur eftir. Þetta var nokkuð kraftmikið samstuð. Eða hvað? Ná, erfitt með að stíga í fótinn. Vinstri fótinn sýnist mér. Hún hristi þetta af sér. En aukaspyrna á hættulegum stað. Það eru Margrét og hver er það með henni? Nei, ekki er það Stefanía. Kemur aukaspyrnan inn á teiginn. Klara skalla frá. Stefanía tekur frákastið og hún er tekið niður af Klöru Kristinsdóttur. Aðeins og sein í þessa tæklingu. Rauninni heppin að hún hefði alveg getað fengið gullspjald þarna.
fyrir þessa tæklingu en aftur aukaspyrna á mjög hættulegum stað sem að Fylkisliðið á og Margrét er búin að sína það að hún er spyrnu kona góð. Margrét með hann fastan niðri framhjá fjærstönginni. Þarna hefði ekki þurft snertingu, mikla snertingu og það skipti engum máli hvort það var frá sóknarmanni eða varnarmanni. Hættuleg spyrna þegar að venjulegu leiktíma er að ljúka í fyrri hálfleik. Eflaust ekki miklu bætt við. Klara tilbaka á Daníu. Nú er bara verið að bíða eftir loka flautinu. Tori á Klöru. Skalið nái einni sókn hérna. Ólöf nær að snúa eða hvað. Kemur honum á Fríðu. Fríða á Evu Maríu. Thelma pressar á hana. Anita. Kemur honum á Bryndísi. Bryndís missir boltan svolítið frá sér. Og Sæunn vel vakandi. Klara finnur Veróniku líf. Verónika síðan í fyrsta reyna að finna Ólöfu. Margrét Eva nær að skalla þetta frá. Fríða nær ekki sendingunni yfir en Sigrún Eva gerir það hins vegar en beint á Sæunni. Nú er liðin að skiptast á að hafa boltan. Klara hefur tíma hérna. Leggur á stað, finnur Veróniku. Verónika nær ekki valda á boltanum. Og Ida Marín kemur tilbaka og þá er flautað til hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir Fylki. Það var Ida Marín Hermannsdóttir sem að skoraði úr vítaspyrnu sem að dæmd var á Tori Ornella. Fylkisliðið vissulega búið að vera betri aðilinn í þessum leik, hafa stjórnað leiknum að mestu og náða að skapa sér einhver færi fleiri. En Skagalið vel inn í þessum leik og mega alveg halda áfram að trúa á að þær geti fengið eitthvað út úr þessum leik. Ekki nokkuð spurning. En við hérna strákarnir á IATV ætlum að taka okkur pásu eins og aðrir og koma síðan með síðara hálfleikinn hérna aftur eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Jæja, velkomin aftur með okkur á IA TV í þennan spennandi leik. IA og Fylkir í 8. úrslitum í Mjólkurbikar kvenna. Ein skipting gerð hérna í hálfleik. Hjá Fylki af velli fór leikmaður nr. 7 Thelma Lóa Hermannsdóttir og í hennar stað kom nr. 19 Bryndís Arna Níelsdóttir. Hún boðin velkomin inn á völlinn. Við fórum yfir upptökuna hérna úr fyrri hálfleik hérna í hálfleik og sem að leiddi í ljós að óformleg beiðni Skagakvenna vítaspyrnu á 39. mínútu var algjörlega á rökum reist og í rauninni ótrúlegt að það hafi ekki verið dæmt en mönnum verður á. Það er náttúrulega svoleiðis og verðum að fyrirgefa það en hefði breytt talsvert miklu fyrir leikinn hefði Skagalið fengið vítið og skorað úr því að sjálfsögðu og en eins og við segjum Skagalið ennþá vel inn í leiknum leik KR og Tindastóls í hinum leiknum í 8. úrslitunum í kvöld lauk 1-0 fyrir KR. Nú er spurning hvað þær hafa sagt við liðið sitt í hálfleik. Það er Helena og Anita. Þær hafi náð að berja þeim smá meiri trú í brjóst. Því að þetta er engan veginn búið. En hér kemur Kæra Taylor út á Margréti. Margrét leitar aftur tilbaka á Kæru. Kæra út til hægri, það er Sæjun Rós síðan með góða sendingu hérna, flott hlaup hjá Stefaníu. Stefanía komin upp að endamörkum. Nær fyrirgjöfinni, Þórdís nær skallanum og það er í Dagný Evu Maríu og inn. Þetta kemur ekki á góðum tíma. Þórdís Elva Ágústsdóttir með skalla sem að fer af Evu Maríu og þar alveg út við stöng. Þetta var ekki það sem að Skagalið þurfti hérna. En það má ekkert leggja árar í bát. Þessi bolti hefði eflaust farið framhjá. Hefði snertingin ekki orðið þarna. Markið á 48. mínútu. Hulda kastar inn á Stefaníu. Það var það varamaðurinn Bryndís sem að pressar á Anitu Sól sem að lætur boltan fara út fyrir. Anita kastar á Ólöfu. Ólöf aðþrengt hérna, brotið á henni. Hulda gerir það. En ef að Skagalið ætlar að svara þá megar ekkert bíða of lengi með það. Gleymið því ekki að þær lentu 2-0 undir gegn Þrótti í síðustu umferð og unnu þann leik 3-2. En með fullri virðingu fyrir Þrótti þá er nú sennilega Fylkislið stærri biti. En hér kemur Veronika með góðan kloppa. Hún er svolítið í því þessar vikurnar. En nær ekki til hans, þannig að hann telur ekki. Svo við hefum margoft farið yfir. Ítamarinn pressar hérna vel á Fríðu. Þetta kast nær ekki til Veroniku. Og aftur innkast. Klara. Finnur Veroniku. Veronika nær að snúa. En Ítamarinn mætt þarna tilbaka. Hjálpa til í vörninni. Veronika kastar hérna Ólöfu. Við það komast hérna framhjá varnarmönnum Fylkis. Ágætlega gert hérna hjá Skagaliðinu núna. Klara á Veroniku.
Veronika reynir að finna Bryndísi, tekst ekki. Þórdís kemur þessu frá. Klara reynir að finna Ólöfu, tekst ekki. Kæra skallar þetta frá. Stefania gerir þetta vel. Finnur Margréti, en hún missir hann langt frá sér. Anita hirðir á henni boltan. Sigrún Eva reynir að stinga inn fyrir á Erlu Karitas. Boltinn tilbaka á Cecíliu í markinu. Cecília losar hann síðan hérna fram. Sigrún Eva vinnur skallan og annan boltan. En Kæra kemur þessu síðan á Margréti Björg. Þórdís með góðan snúning hérna. Gleymir því náttúrulega ekki að það voru stór tíðindi í boltanum hérna á Akranesi núna bara í lokvikunar. Þegar að Hákon Haraldsson skrifaði undir hjá FCK í Kaupmannahöfn og óskum við honum að sjálfsögðu góðs gengis í þeim verkefnum sem framöndan eru þar. Gríðarlega efnilegu strákur. Hefði eflaust verið búinn að fá einhverja mínútur ef hann hefði ekki viðbeinsbrotnað núna í vor á æfingu. En þar er mikið efni á ferðinni. Var að ljúka 10. bekk. Ólöf kemur þessu fram á við en beint á fylkismann. Margrét Eva á Huldu. Hulda einn af reynsluboltunum í liðinu, 26 ára. Berglind Rós, 24 ára. Síðan eru þarna 16, 17, 18 ára stelpur upp í tvítugt. Anita pressar á Margréti. Margrét síðan með sendingun inn fyrir á Stefáníu. Þetta er hárnákvæm sending sem hún leiðir henni hérna inn á varamanninn og varamaðurinn Bryndís Arna bætir við 3. markinu. Nú verður þetta, ef þetta var orðið erfitt fyrir Skagaliðið, þá verður það illgerlegt úr þessu. En það er bara að halda áfram og klára þetta með sæmd. Bryndís Arna búin að vera inn á vellinum í 8 mínútur þegar hún skorar þetta mark. Dagný fram á Veroniku, hún er ekki valda boltanum. Kæra á Bryndísi, en þetta er vel gert hjá Fríðu, vinnur boltana Stefáníu þarna, en Bryndís í baráttunni aftur. Nú ætla þær að láta kné fylgja kviði líklega. Sæunn með kastið upp í hornið. En Skaganum dæmt þetta innkast. Klara á Veroniku. Veronika tilbaka á Dagníu. Dagný með langan bolta sem að Erla Karitas lætur vaða í, næri honum ekki. Kæra tilbaka á Huldu. Hulda snýr inn á Kæru, hún finnur Þórdísi. Þetta er vel spilað hjá Fylki. Berglind á Sæunni. Hún á Kæru, þeir eru að ná að þrýsta í að liðinu niður. Bryndís síðan með sendinguna inn fyrir, en Tóri velvakandi núna og hirðir þetta upp af fótunum á Þórdísi. Tóri síðan með langan bolta fram og það er Margrét Eva sem að nær skallanum og Hulda eldir. Boltinn tilbaka á Cecíliu, það er leysa þetta alveg pollrólegar hérna
og gæðin farin að skína í gegn hjá Fylki. Margrét á Stefaníu. Stefanía finnur Bryndísi sem er brotið á. Það við rættum það hérna fyrir leik að þær þyrftu, Skagakonur þyrftu að eiga algjöran toppleik allar til að eiga möguleika. En ég finnst Fylkisliðið vera bara, það er erfitt að pikka einhverja eina út sem að hefur spilað betur en aðrar. En svo má alltaf, og það verður örugglega umræðu punktur hérna. Hér kemur Margrét með skotið, það er vel yfir. Það er umræðu punktur eftir leik hverju hefði breytt þessi vítaspyrnudómur sem aldrei varð. Þegar að Þórdís Elva Ágústsdóttir fékk boltan greinilega í höndina eftir fyrirgjöf frá Veroníku Líf. Ólöf eftir þetta, Margrét Eva er á undan og Ólöf brýtur á henni en innkast engu að séu bara dæmt. Hulda á Þórdísi, en vel gert hérna hjá Sigrún Evu, en Hulda vinnur boltan aðeins tilbaka. Og Margrét Eva yfir á Berglindi. Á Sæunni. Fín vörn hjá Klöru þarna. Þá er spurning líka hvort að Helena úr því sem komið er gefi leikmönnum tækifæri á að spila, taka þátt í þessum leik. Efnilegar stelpur á bekknum. Rifjum upp að það eru á bekknum Anita Ólafsdóttir, varamarkmaður, Andrea Magnúsdóttir, Ylva Laxdal, Róberta Lilja, María Björk, Anna Þóra og Sandra Ósk. Fríða snýr í heilhring og kemur hún síðan út á Klöru. Klara tapar boltanum hérna, Ida Marín vinnur af henni boltan, skilur hann svo tilbaka á Margrét Evu. Þórdís á Margréti. Hún spila Fylkisliðið bara eins og sá sem valdið hefur. Liggur ekkert á. Skagaliðið pressar ekkert. Það er hérna alveg efst á vellinum. Hulda boltinn yfir á Berglindi Rós. Sendingi frá henni ekki góð, Veroníka kemst inn á milli, finnur ekki Ólöfu. Þá kemur fyrirliðinn á fleygiferð. Fríða eltir og brýtur á henni. Sýnist mér eða hvað? Já, já. Dæmd aukaspyrna á Fríðu. Svaka sprettur hjá Berglindi þarna. Þá er skipting hjá Brigitta Morkute sem er að koma inn á fyrir Cecíliu Rán Rúnarsdóttur. Markmannsskipti. Cecilia búin að skila sínu hérna, þessi 16 ára stelpa. Gríðarlegt efni. Markmannslega vaxin, há og spengileg. Spennandi að fylgjast með henni í framtíðinni. En Brigitta Morkute komin inn á. Þá er aukaspyrna, Sæunn lyftir þessu inn á teiginn. Það er Ida sem að vinna skallan en Skagaliðið kemur þessu frá. Þá kemur Erla Karitas á ferðinni hérna upp hægra megin. Kæra á eftir henni, stungusendingin er óvinnalega og Brigitta Morkute nær sinni fyrstu snertingu.
Margrét sækir að vörninni. Stefania með henni hérna vinstra megin, fær boltan. Eva María kemur út á móti. Bryndís með, fyrirgjöf eða skot. Allavega endaði Tori með boltan. Kastar þessu út á Veroniku. Bryndís var að snúa, finnur Veronika aftur. Veronika leggur á stað upp vinstri kantinn. Sæinn til varnar, kemur fyrirgjöfin út í teiginn. Hulda skallar frá. Fríða finnur Erlu Karitas. Hún leitar að skotinu, reynir að komast fram hjá Huldu. Komin upp að endamörkum. Vinnur hornspyrnu. Þetta var ágætlega gert hjá skaðaliðinu. Fylkisliðið situr sem stendur í 7. sæti í Pepsi Max deildinni. Ía í 3. sæti í Inkasso deildinni. En það er tölvöru munur á milli þessari deilda. Fríða með hotspyrnuna út í teiginn. Þetta er skalla frá boltinn á fjarstöngina. Það er Dagný, lyftir honum hátt í loft upp. Sigrún Eva í baráttu við Huldu hann sem var nær skallanum. En Sigrún skallar síðan í höfuðið á Huldu. Og Hulda liggur eftir. Vonum að hún sjáum hérna bólgu í kringum vinstra auga sýnist mér. Töluverða. Þetta er ekkert sérstakt. Hulda búin að eiga virkilega góðan leik fyrir fylkisliðið í vinstri bakvarðarstöðunni. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Hætta á kinnbeinsbrotum og annað. Berglind kemur henni út fyrir og það er nú létt yfir þeim allavega, þannig að þá getur hornspyrnan átt sér stað væntanlega eða hvað. Huldu virðist nú ekki líða neitt allt og vel en hér rís hún á fætur en hressileg bólga hérna á vinstri kinn. Rétt fyrir neðan gagnauga að fær held ég þokkalegt glóður af þessu. Fríða með hotspyrnuna, núna inn á nær stöngina en þetta er yfir markið og aftur fyrir. Morkútið þurfti ekkert að eiga við þennan bolta en var klár í slaginn ef á þyrfti að halda. En það er nokkuð ljóst að Hulda er ekki að fara að ljúka leik hér eða klára þennan leik. Hún hefur sennilega lokið leik þá. Spila fylkisliðið út. Gerir þetta vel Stefania með stungusendinguna. Bryndís eldir en Anita Sól er á undan. Kemur hún tilbaka á Tori sem hann losar hann fram á við. Þórdís hefur betur við í baráttunni við Bryndísi þarna. Sigrún séðan með langan bolta ætlaði Ólöfu inn fyrir en það náði ekki í gegn. María Björk Ómarsdóttir kölluð til á varamannabekk Skagamanna. En þá er skiptingin tilbúin, það er leikmann númer 22 Sigrún Salka Hermannsdóttir sem er að koma inn á fyrir Huldu Sigurðardóttur sem hefur lokið leik. En hún er öll hins bregastæð hérna sé ég. Kæra tilbaka á Margrét Evu. Ída í baráttu við Klöru hefur betur. Og þá mæti Veronika og heyrðir að henni boltan. Og er dæmt aukaspyrna sennilega á Veroniku eða hvað? Eða var hann að, nei, hann stöðvaði bara leikinn.
Já, ekki leiður hann skiptinguna núna. Þá eru Skagakonur ennþá einu fleiri. Spurning hvort að ná að nýta sér það. Erla Karitas á Bryndísi. Góð vörn hjá Margréti. Anita, svaka pressa hérna hjá Bryndísi. Heldur boltanum inn á. Stefania í miklu kapphlaupi yfir Maríu sem að hefur betur. Og innkast sem að Fylki dæmt. Þá kemur skiptingin. Sigrún Salka Hermannsdóttir, númer 22, kemur inn á fyrir Huldu Sigurðardóttur og Veronika Líf Þóladóttir kemur að velli hjá Skaganum og inn á kemur leikmann númer 18 María Björk Ómarsdóttir. María Björk fædd 2002, 17 ára á þessu ári. Margrét Björk býr sig til að taka þetta innkast. Reynir að finna Stefaníu, tekst ekki. Bryndís í baráttunni við Anitu Sól. Anita hefur betur. Erla Karitas missir rétt á honum þarna. Fríða stingur upp í hornið. Hægri kantinn á Ólöfu Sigríði sem að næra að halda boltanum inn á. En aðstoðardómarinn metur það ekki svo. Og innkast dæmt. Sigrún Salka að fá sína fyrstu snertingar hérna. Sigrún Eva les þetta en Stefania stekkur á boltan. Finnur Margréti. Margrét séð með sendinguna en þetta er beint á Tori Ornella í Skagamarkinu. Ja, ef að Skagaliðið ætlar að snúa þessu leik við þá þurfa þær að fara að byrja á því fljótlega. Tori leitar að Ólöfu. Margrét hefur betur. Berglind tilbaka á Morgúti í markinu. Hún finnur Sigrúnu Sölku. Sigrún á Margréti. Aftur á Sigrúnu. Eva María vinnur hennar skallabolta. Skallar hann á Fríðu. Fríða á Bryndísi. Bryndís tilbaka á Anitu Sól. Anita reynir að finna Erlu Karitas upp í hægra horninu en Sigrún Salka kemst á milli. Þá kemur kvöldsólinn. Anita kastar upp í hornið á Ólöfu Sigríði sem að gerir þetta virkilega vel. En frábærlega gert hjá Margréti. En líka hjá Ólöfu sem að kemst aftur í boltan. En fyrirgjöfin beint í fangið á Morgúti í markinu. Þórdís út á Sæunni. Sæunn reynir skiptinguna. Sigrún Eva skallar þetta frá. Fríða Halldórsdóttir með fína tæklingu hérna og Bryndís síðan. En Fylkisliðið heldur boltanum. Þórdís á Sæunni. Sæunn með sendinguna sem Eva María kemst inn í. Skilur honum bara tilbaka á Sæunni. En Skagaliðið nær að vinna boltan. Bryndís en þeir ná að loka vel. María með fína sendingu á Fríðu sem að stingur hún síðan hérna inn fyrir Ólöfu Sigríði. Morgúti út úr markinu og tekur hún boltan eða mannin eða hún gerði allavega bæði í versta falli en Ólöf liggur eftir og Fylkisliðið ekkert að setja boltan út af eða hvað, nei. Þórdís á Margréti sem að loksins kemur boltanum út fyrir en ég veit ekki hvort að við erum með þetta aftur en nei, endursýningar græðunar okkar eitthvað að svíkja okkur í dag en þetta var, ég leyfi mér að svona velta því fyrir mér hvort að ef að þetta hefði gerst annars staðar á vellinum og þetta hefði verið tveir útileikmenn hvort að þetta hefði ekki verið klár aukaspyrna en þetta gerist inn í vítateig og Ólöf steinlá eftir þetta. Brigitta Morgúti fór hérna með báða fætur og undan sér í þessa tæklingu og þarna heyrum við einhverjum áhorfanda upp í brekku, við vorum að horfa á þetta á YouTube, þetta var rautt spjald, sagði það einhver upp í brekku og svo sem geta áhorfandur náttúrulega séð sínar eigin endursýningar
að sjálfsögðu þar sem að Sigrún Salka með slaka móttöku þarna og þá áskaði bara boltan. Anita kastar henni á Bryndísi sem að vinnur skallan. Erla Karítas tekur frákastið aftur á Anitu. Anita síðan með fasta sendingu og fasta. Já, ég ætla að minna á það að fólk getur spólað tilbaka í spilarunni hjá sér og skoðað atvik aftur en farið síðan bara beint aftur í beina útsendinguna því að draga sleðan lengst til hægri. Það er kosturinn við þessa útgáfu af sjónvarpi en hérna kemur fín sending upp í vinstra hornið á Stefaníu sem er komin inn fyrir Anitu Sól, komin inn á vítateiginn, reynir fyrir gjöfina og þarna er hvað? Þarna vildu Fylkismenn fá víti. Tori kastaði sér þarna út í Bryndísi Örnu sem að fjall við en það hefði nú örugglega orðið til þess að æra óstöðuðan Skagamegin og þá fær varamannabekkurinn hjá Fylki tiltal. Já, það hefur verið að fara yfir formsatriðin. Það má einn standa, aðrir inn í bóksinu. Bryndís kemur þessu upp í hornið á Ídu Marín. Ída sækir upp að endamörkum, snýr á Klöru, reynir síðan að kloppa hana, tekst ekki. Klara enda með boltan. Lossar hann síðan hérna fram á Ólöfu sem hann tekur vel á mótunum. Reynir að finna Bryndísi. Bryndísi mikið til baráttu. Nær að tækla hérna inn fyrir á Erlu Karítas sem hann nær ekki að taka með sér. En hún er ennþá með boltan enga síður. Og leggur á stað upp að endamörkum. Sigrún Salka kemst í boltan og kemur honum aftur fyrir. Fít sprettur hérna. Erla Karítas hársprit frá hann á pótunum með sér inn fyrir vörnina. 80 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. En það eru umræðu punktar úr þessum leik, klárlega. Fríða með fyrirgjöfina hérna á fjarstöngina, María Björk í baráttunni. En Berglind Rós hafði betur, kemur síðan boltanum hérna fram á Ídu Marín. Hér eru þær að komast hérna 3 á móti 2. Sendingin inn fyrir en þarna er rangstaða dæmt á Bryndísi. Þannig valdi hún vitlausa sendingu. Stefanía var á fleygiferð hérna upp vinstra megin rétt stæð og þá er Ylva Laxdal kölluð til. Kemur löng sending upp í vinstra horni. María Björk eldir en Sæunn er á undan í boltan. María pressar þetta og Fylki dæmt innkastið. Ída Marín með fína takta hérna. Dagný les þetta og kemur hún tilbaka á Tori Ornella. Tori á Evu Maríu. Eva út á Anitu. Anita. Fín pressa hjá Margréti. Eva María setur hann bara út fyrir. Bjóst við Stefaníu þarna í pressuna á Tori. Treystir sér ekki í það. Eva hreinsar þetta frá, beint á Ólöfu sem hann er að taka hann með sér. Vel gert hjá Ólöfu. María Björk á ferðinni. Sendingin ekki nógu góð en María Björk vinnur boltan aftur. Tilbaka á Klöru. Klara hefur pláss núna hérna til að koma upp vinstra megin. Slök sending hjá henni. Ætlað Maríu Björk. Ída Marín, Dagný verst þessu vel. Kemur boltanum á Ólöfu. Ólöf finnur Fríðu. Fríða snýr, setur hann tilbaka á Dagníu. Dagný og Evu Maríu.
og niður á Anítu. Aníta síðan upp í hægra hornið. Erla Karitas eldir. Margrét Eva er á undan henni. Kemur þessu frá og í innkast. Ylva Laxdal Unnarsdóttir við það að vera tilbúin að koma inn á hérna á Ía. Spurning fyrir hverja. Aníta kastar þessi inn á Ólöfu sem hann er að fleyta honum áfram á Bryndísi sem að fleytir honum áfram líka. Þarna er hendi dæmd á Stefaníu og þetta er bara fínasta færi hérna fyrir Fríðu. Það með ekki aðtekla því að Ylva Laxdal er fædd 2005. Spilaði í vetramótunum núna í vetur og skoraði þar meðal annars 1 mark. 14 ára gömul, en Fríða Halldórsdóttir, ég skal hundur heita ef hún tekur ekki skot úr þessu. Fríða hleypur af boltanum, kemur með skoti en það var engin samfæring í þessu skoti, hátt yfir markið. Og Ylva Laxdal kemur inn á. Ólöf Sigríður fyrir að velli. Ólöf búin að vera í harðri baráttu við sterka varnarmenn Fylkis. Ekki öfundsvert og Ylva Laxdal leysir hana bara af hólmi þar. Það verður forvitnilegt að sjá. Úti með sendinguna út til vinstri og hátt fyrir Sigrúnu og boltinn út fyrir. Kemur kastið upp í hornið. Margrét Eva skallar það út af aftur. Aníta. Sigrún býður sig, fær ekki. Kemur kastið langt hérna. Bryndís leggur hann út en þar er enginn. Kemur löngsending fram, Dagný skallar að beint tilbaka. Þá koma þær. Stefanía, búin að eiga virkilega fína leik eins og svo sem flestar í Fylkisliðinu. Búin að spila virkilega vel. Kaira Taylor. Boltinn inn á teig, Tóri út úr markinu, Eva María skallar frá. En beint á Ídu sem að fær síðan boltan aftur hérna, komin inn fyrir Klöru en Klara nær að hreinsenda frá og það er hotspinna sem að Fylkir á hérna 12 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Kannski þess verið að koma því að ég ráðgeri nú að stökkva niður á völl þegar leik líkur og ná viðbrögðum Helenu eftir þennan leik. Bryndís fleytir honum áfram. Sigrún Saltstad tilbaka á Stefaníu. Stefanía með góða fyrirgjöf og dauðafæri, frábæla var í á Tóri en hún nær, hver er það sem nær frákastinu? Það er Sæunn Rós Ríkharðsdóttir sem að tekur frákastið eftir þessa frábæri markvörslu hjá Tóri Ornella. Sá nú ekki hver það var sem átti fyrri skallan, hvort það var Þórdís. Og þá er leikurinn komin aftur í gang. Þessum leik náttúrulega lokið. Það er spurningum hvernig Skagaliðið kýs að klára leikinn. Stefanía með fína sendingu hérna inn á Bryndís Örnu. Bryndís nær boltanum fyrir
En Anita Sól kemst á undan, Margréti í boltan, Bryndís snýr tilbaka á Fríðu sem að losar hann hérna fram á við, en beint á Berglindi Rós. Slök sending frá henni, Sigrún Eva stingur inn á Ylfu Laxdal, Ylva Laxdal hér á fleygiferð, en Margrét Eva og Berglind í sammenningu stoppa þetta. María Björk við þann á boltanum á undan Sæunni hérna. Sæunn fram á Ídu, frábær snúningur hjá henni, fram hjá Klöru. En Skagaliðin að verjast þessu. María Björk tekur hann á kassan, missir hann frá sér. Kaira Taylor kemur honum hérna á Þórdísi. Þórdís síðan reynir stungusendinguna, Dagný les þetta vel. María Björk hérna nær ekki almennilega valda á boltanum hérna. Stefania út á Margréti. Margrét Björk reynir hérna að komast fram hjá Fríðu, tekst ekki. Þá er það María Björk. María reynir í stungusendingur hérna á Ylfu. Vel lesi hjá Margrét Evu. Sendingin upp í hornið á Stefaníu. Stefania reynir að gera eitthvað sniðugt, tókst ekki. Margrét Eva með slakan skalla hérna. Sigrún Salkan er ekki að halda þessum bolta inn á. Fín sending hérna fram á Bryndísi, en hún er ekki valda á boltanum. Kemur löng sending upp í hornið á Erlu Karítas sem er dæmd rangstæð. Stefania með boltan inn á miðjunni, finnur Margréti. Margrét síðan lyftir inn fyrir á Ídu. Ídan er að taka hann með sér, en Dagný nær að stoppa þetta. Bryndís. Nei, ekki nógu góð sendingu beint á Söndru. Nei, Sigrúnu segi ég. Anita losar þetta síðan fram á við. Ylva nær hún að taka hennar með sér. Nei, Margrét Eva er á undan. Og síðan Kaira Taylor aftur á Berglindi. Hún spilar alveg aftur á Morgúti sem að hreinsar þetta bara, nei, ekki út af, út til hægri. María Björk brýtur síðan á Sæunni. Og þá er skipting. Sandra Ósk Alfreðsdóttir sem að kemur inn á fyrir Klöru Kristinsdóttur. Sandra Ósk fasta maður í liðinu á síðasta tímabili. Það verður ekki náð að festa sig í sessi á þessu tímabili. Sandra Ósk mætt til leiks. Fær þessar síðustu 7 mínútur pluss. Kaira Taylor tilbaka á Margrét Evu. Hún yfir á Sigrúnu. Sigrún á Þórdísi. Þórdís á Margréti. Þetta er vel spilað. Sigrún Eva grimm hérna. Og Eva María kemur þessu fram á Bryndísi sem að spillir hún síðan út af. Bryndís gerir þetta vel, finnur síðan Fríðu. Hún á Söndru Ósk, Sandra á Maríu Björk. Maríu Björk tilbaka. Heitir að möguleikunum, vantar á, finnur Evu Maríu. Sem að finnur Dagníu sem að kemur svo með langan hérna í áttina Erlu Karítas. Hún aftur dæmd rangstæð. Margrét. Slök sending frá henni, beint á Evu Maríu, Bryndís
Bryndís reynir að lyfta honum á Erlu Karítas en þetta hefur ekki gengið í dag. Fríða með flotta tæklingu þarna. Stefanía samt hefur betur, enda með boltan. Kemur hún síðan hérna á Bryndís Örnu sem að stingur honum inn fyrir á Ídu Marín sem er komin eina móti Tori og skorar af miklu öryggi. Ída Marín Hermannsdóttir að skora sitt annað mark hér í kvöld. Kórunar góðan leik sinn. Já, ég held að við verðum bara að viðurkenna það og sætta okkur við það. Það er gæðamunur á þessum liðum og hann hefur komið bersýnilega í ljós hér í síðari hálfleik. Þó að ég efist ekkert vilja og baráttu gleði Skagakvenna, þá er það bara stundum ekki nóg. Fylkisliðið búið að spila virkilega vel, finnst mér. Það eiga þennan sigur að sjálfsögðu mjög svo skilinn. Margrét gerir þetta vel og Ída Marín aftur að sleppa hérna inn fyrir Dagný Eltir. Hún er ein hérna á teignum, snýr og Dagný gerir þetta vel og boltinn aftur fyrir og hornspyrna. Ídu vandaði stuðning hérna. Og hornspyrna. Skildu þær alltaf bæta meira við. Boltinn tilbaka á Stefaníu, hún aftur á Margréti. Margrét síðan með fyrirgjöfin inn á fjársvæðið. Fríða Halldórsdóttir skalla frá. María Björk framlengir síðan á Ylfu Laxdal. En þar er Stefanía mætt. Já, það verður svo sem kannski ekki auðvelt verkefni að velja mann leiksins úr röðum heimakvenna þegar að leikurinn endar svona, en við ætlum samt að gera það. Mér hefur fundist Dagný Halldórsdóttir á köflum þráttur að hafa verið í vörn sem að færa á sig hérna 5 mörk, búin að eiga mörg lykilstopp þrátt fyrir allt og hef því ákveðið að velja Dagníu sem mann leiksins úr röðum Skagamanna, en það er svo sem ekki auðveldara að velja úr fylkisliðinu. Búin að vera margar hverjar stórgóðar og eiga flottan leik hérna, mjög margar, en einn leikmaður hefur heillað mig mjög, það er þessi hér, Stefanía Ragnarsdóttir, sem er búin að vera hreinlega út allan völl, sem og svo sem þessi hér, Ída Marín, að komast hérna aftur í færi með skotið, en það er himinátt yfir. Erfitt að ganga fram hjá henni eftir 2 mörk, en Stefanía er bara búin að vera allsstaðar þar sem að aksjónið er. Réttur mínúta eftir að velja leiktíma, efast að vera miklu bætt við. Eins og ég sagði, ætla ég að þegar leikurinn er flautaður af hérna, ætla ég að drífa mennur á völl og sjá hvort ég næ ekki viðtali við Helenu Ólafsdóttur og mögulega Kjartan Stefánsson, þjálfara Fylkis. Þórdís gerir þetta vel, finnur Sæunni sem að missi boltan frá sér, en það er halda enga síður boltanum. Berglind kemst hérna fram hjá Maríu Björk, stingur síðan hérna fram á Ídu Marín og Ída Marín leggur af stað fram hjá Dagníu, leggur hann út í teginn á Stefaníu, en Fríða Halldórsdóttir er mætt á hárréttum tíma
til að stoppa þetta. Þegar venjulegu leiktími svona við það að renna út. Spurning hvort að það voru náttúrulega einhverjar tafir hérna þegar að Hulda Sigurðardóttir meiddist og þurfti að fara út af, en sem engin ástæða til þess að vera að teygja lopan of mikið. Stefanía á markviti. Anita les þetta, en Stefanía komið með hann aftur, þræðir hann inn fyrir á Ídu Marín sem að leita að þrennunni sinni. Tori sér við henni að þessu sinni verður þetta vel og bara skaga konur í frákastinu. Kemur Sandra á Maríu. María allar leið tilbaka á Tori. Tori á Sigrún Evu. Sigrún snýr, leggur hann tilbaka á Anitu. Anita finnur Bryndísi. Bryndís út á Erlu Karitas sem að reynir síðan sendingun aftur á Bryndísi. Það með eiga það skagalið, þær hafa svo sem aldrei lagt árur í bát. Þrótt á móti Blási. En það er fyrst þá sem að þarf að róa, það er að blæsa á móti. Stefanía gerir þetta vel, síðan sendingin inn fyrir og þar hver það, Sæunn. Sandra Ósk á undan, en Sæunn með boltan. María Björk skilar sér vel tilbaka, flott tækling hjá henni. Og innkast dæmt. Þegar tæpar 2 mínútur eru komnar fram yfir. Bryndís að komast hérna inn á teginn. Síðan með fyrir. Já, ég komi með Helenu Ólafsdóttur. Alltaf að þetta yrði erfitt. Fyrstu viðbrögð svona eftir þennan ósigur? Svona bara svekkelsi með seinni hálfleikinn og mér fannst við ekkert góðar í fyrri hálfleik en mér fannst við svona hræddar að sækja en 1-0 staða svo sem allt í lagi en mér fannst vega svo mikið inni að ég held að við værum að fara að koma krafti svo fáum við annað marki á ömurlegum tíma. Og þá stóð bara ekkert steinn yfir steini og ég meina þegar þú ert komið 3-0 undir þá hlýtur að vera ákveðið stolt í liðinu. Ég meina þú lætur ekki bara vallt yfir þig á heimavelli og ég er bara ekki sátt við seinni hálfleikinn, engan veginn. En það verður nú að segjast eins og að fylkislið sko spilaði í rauninni mjög góðan leik hér í kvöld. Þannig að við vissum að þið þyrftuð ykkar besta leik. Hvað fannst þér vera langt frá því að ná því? Mér fannst svona varnarskeipið okkur í fyrri hálfleik mjög gott og allt í góðu með það en svona
það áræðnin sóknarlega sem að verður okkur að falli. Ég meina við getum ekki unni leik nema að skora mark og það reyndi ótrúlega lítið á þeirra markmann í dag, myndi ég segja. Þannig að svona, fylkislið gott lið. Þær eru með fljóta leikmenn og svona maður sér það alveg að þær hafa þroskast heil mikið á einu ári og þannig að við vissum alveg að verðum að fara í hörku leik en mér alltaf að hafa trú á verkefninu samt. Í stöðunni 1-0 vildu þið fá vítaspyrnu. Við erum búin að vera að skoða þetta á upptöku og það var augljóst mál að það hefði átt að dæma víti. Hefði það breytt miklu helduru fyrir leikin ef það hefði verið dæmt og þið hefði nýtt þá vítaspyrnu? Já, það alltaf náttúrulega voðalega auðvelt að vera vítur eftir á en að sjálfsögðu gefur það okkur mikið að fá víti og ég meina þeir fengu víti á móti okkur og það var það sem skildaði hálfleik. Auðvitað á bara að dæma víti og við erum að sjá þetta trekk í trekk að það bara ekki dæmt rétt og því miður, en þetta krúsjál tími að fá víti og fá eitt mark kannski, við erum með örugga vítaskiptu, ég gerir ráð fyrir að hún hefði skorað. Auðvitað hefði það gefið þessu unga liðu okkar smá trú á verkefninu en engu að síður þá vorum við ekki nógu góður seinna hálfleik. Takk fyrir spjallið, gangi vel í framhaldinu. Þá förum við að segja þessu loki hérna frá Norðurársvellinum, 6-0 tap, sanngjarnt tap fyrir góðu liði Fylkis hér í kvöld. Örn Arnarsson heiti ég, með mér í þessari útsendingu voru Arnar Óðinn Arnþórsson á myndavélinni og Snorri Kristleifsson stjórnaði þessari útsendingu af stakri snilld. Þangað til næst ætla ég að minna ykkur á það að við eigum öll bara eitt líf. Njótið helgarinnar, hafið það gott.